Jæja, Ægir. Ísland mætti á lokamót N1 sinn og þú í N1 skiptið með liðinu. Hvernig hefur stemmingin verið þessu svona síðustu daga fyrir mót liðinu í... Frábær, í raun og veru frábær. Ég fann það svona síðasta daginn í Litáen að við vorum tilbúinir að fara að koma okkur yfir. Ég held að það hefði verið svona eftirvænting yfir því og mér varst orkulevelið bara svona shiftast leið við mættum. Svona, þessi spenna og fyrir að byrja þessu, það var svona komið í hópinn fannst mér. Nú þú með reynsluna að vera á 2 lokamótum þar sem að allir 10 leikirnir tapast í rauninni þrátt fyrir flotta framistöður, svo því sé haldið til haga. Hvað þarf að varast ef fyrir að ganga illa fyrstu 2 leikina eða eitthvað, er fyrirliðið með einhver ráðundir rifi? Bara ekki komin það langt. Ég held að skilaboðin sé bara alltaf, að sama hvernig gengur hvort sem það sé einhver glötu play eða eitthvað sem gekk vel eitthvað svoleiðis að það er svo stutt á milli í þessu að það má ekki hugsa lengra það. Við erum bara mjög fókuseraðir á þennan fyrsta leik og höfum trú á því að við getum náð góðum úrslitum þar. Við erum með gott gameplan í gangi og erum að undirbúa okkur vel, bæði líkamlega og andlega í þetta og svo mun reyna á saman hvernig gengur í þeim leik að hvernig við respondum síðan í leik 2 og bara við erum ekki komið lengra það. Íslenska landsliðið og þjálfararteymið hefur sýnt það á síðustu árum að einmitt þetta, leikplanið, þráttur að vera ekki með 10 eða 15 aðstoðarþjálfara, það verðist leikplanið oft á tíðum og leikmennirnir að sjálfsögðu sem að framkvæma það, skila Íslandi bara virkilega sterkum sigrum. Já, bara við erum með náttúrulega frábært teymi í Baldri og Greg og Viðari í að undirbúa okkur vel, vera með plan og svo gefa líka okkur leikmannum smá frelsi til þess að reyna líka, eins og við tölum að finna út úr hlutunum, hvað þeir eru að gera bæði í vörn og sókn. Þannig að það myndast mjög gott samspil á milli leikmanna og þjálfara hvað við ætlum að gera og oftar en ekki hefur það tekist vel. Var litið yfir lista svona fyrir þig persónulega, því 96 leikjum, það eru 5 leikir allavega skráðir í riðlakeppninni. Þannig að þú munt, ef Guð leyfir, ná risastórum áfanga á þessu lokamóti, svona persónulega, svo ég fór að tala þannig aðeins. Að ná 100 landsleikjum, það er ekki lítið. Nei, það er ótrúlegt. Þetta er eiginlega fáránlegt hvernig allt í einu þú bara ert að fara að nálgast 100 leiki og ég er ennþá bara einhvern veginn í 2012, einhvern veginn bara, að byrja mína fyrstu landsleiki og eitthvað. Þetta er alveg ótrúlegt að vera orðinn aldursforseti og vera að nálgast 100 leiki og allt þetta. Bara, ég er í mómentinu að njóta, taka einn leik í einu og eitt móment í einu, það er eiginlega bara út af staðan. Kannski lítið að spá þessu svona... Jú, strákarnir eru duglegir að minna mig á þetta og auðvitað er maður, maður telur niður leikina að ná í 100. Þetta er mjög stórt, Er þetta ekki úrspá úr og eitthvað? Nei. Við sjáum til hvað verður. Það er ekki kannski stóra máli í þessu. Nei. En nei, bara gegga. Ég meina að það væri frábært að ná þeim árangri. Rosalegur hópur. Já. Jæja, ég ætla ekki að halda það lengur. Nei, takk fyrir. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk.